En við ætlum að byrja á að ræða fréttir vikunnar, landsþing Framsóknar og fleira og hingað eru komin þau Hallgrímur Thorsteinsson, Svanhildur Hólm og Egill Helgason. Velkomin. Við byrja hérna á þessu Framsóknarþingi. Það fréttir þaðan, þau eru ákveða Framsóknarmenn eftir talsverðar umræður að það er að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið. Byrja á þér Svanhildur, finnst þér þetta vera, þetta er mikil tíðindi en áttu ekki von á þessu? Ég hugsa það kannski, en þýðir þetta þá ekki það að bændurnir hafi endanlega yfirgefið Framsókn og eru ekki svolítið að ákveða það hvernig ætla að kjósa sem formann. Ég meina maður svona gerir ráð fyrir því að þeir séu svolítið að taka sér stöðu með Páli Magnússoni miðað við þetta. Þeir þurfa allan að hugsa sem gang mjög vandlega ef þeir eru að fara að velja einhvern annar sem ekki eins hlindur því að gangi í Evrópusambandið. Hallgrímur, hvað finnst þér? Finnst þér þetta auðvitað allt í orðið stórt spursmál núna, þessi Evrópumál, en það lá ekki voðalega mikið á að ræða þetta fyrir ári síðan? Nei, og engin flokkur hefur vilja að taka þetta á dagskrá þannig lagað, allir neyddir til þess en samt, menn voru eitthvað að velta fyrir sér að grasrótin myndi rísa upp og segja nei og eitthvað, en það kemur í ljós að íslenski flokkar ekkert að breytast, þannig að það liggur fyrir tillaga þarna í stóru máli sem að lögð fram og forráðamenn flokksins hafa smíðað og þá segir flokkurinn bara já. Þannig er kannski spurning hverjir eru eiginlega forráðamenn flokksins akkurat núna, veit það einhver? En þetta segja mann að Framsóknarmönnum, ég er sammála Svanhildi, þetta gefur ákveðna vísbendingu hverjir verður kosið formaður, þetta segja mann að Framsókn verður lítill Evrópusinnaðarflokkur einhvers staðar í Kópavoginum. Og hérna, ég hef nú verið með þá kenningu að í þessu ástandi sem ég núna sé Evrópusambandsumræðan það sem kallast red herring í ensku, svona rauð síld, þetta er veifað til þess að fólk taki ekki eftir einhverju öðru. Það að fara í greinjandi Evrópuumræðu núna er bara ekki tímabært því að það eru önnur mál sem eru hérna miklu mikilvægari en það bara hvernig við ætlum að útdeila öllum þessum gæðum sem eru komnir í eigu ríkisins og bankana á Íslandi. En það er mjög þægilegt fyrir stjórnmálaflokka að vera ekki að tala þessi stóru erfiðu mál og spillingun og allt það heldur að tala bara Evrópu. Þetta er akkurat það sem að menn óttast svolítið held ég líka fyrir landsmönd Sjálfstæðisflokksins að þar komum bara út einhver svona mjög svipuð copy-paste ályktun efnahagsmál meðan að helstu andstæðingar Evrópusambandsins annars vegar og helstu stuðningsmenn hins vegar rífast eins og hundar og kettir út allan fundinn. Það verður svona eins og þegar kvótagreifarnir hafa rænt landsfund eftir landsfund. Já, ég er svona bæði sammála og ég er ekki sammála því að þetta sé ykkur svona Evrópusambandi sé eitthvað smámál, það bara kemur upp á þessum sama tíma og við erum að fást við þetta gríðarlega vandamál. Og það einhvern veginn, ég held að það þurfi alveg að afgreiða það og helst sem fyrst. En láta það ekki eiga sviðið, ég er sammála því að það þarf að taka Ég held að það er mjög þægilegt fyrir stjórnmálamennina sem ætla sér að sitja áfram, saman liðið og verið hefur, að hafa Evrópu í forgrunninum. Við býðum aðeins með þetta. Jóhanna Vigdís er stödd niður á, hérna ekki einhvern Hlíðarendi en heitir núna í höfuð okkur símafyrirtæki. Jóhanna er með einhvern sem er ekki sáttur við þessa niðurstöðu á Framsóknarþinginu. Jóhanna, við skiptum þetta því. Já, heyrðu Helgi, við erum hérna í Valsheimilinu og eins og sér þetta fyrir aftan mig að þá er fólkið að streyma hérna út. Atkvæðagreiðslunni var að ljúka og miðað við handaðið uppbreytingar, þá myndi ég halda að þetta hafi verið 90% sem samþykkt og 10% á móti. En hér hjá mér er Páll Pétursson, Framsóknarmaður, fyrrum þingmaður og ráðherra árabil. Páll, þú lagðist gegn þessari tillögu, hver eru viðbrögð þín núna? Mín viðbrögð eru þau að það var náttúrulega vitamál að þetta færi svona. Ég er ekki stuðningsmaður þess að Ísland gangi í Evrópusambandið og ég held að við eigum heldur að reyna að standa af okkur þessa hryðju heldur en að fara að gefast upp og þess vegna þá þrátt fyrir það að tillagan hafi verið, upphaflega tillagan hafi verið með ýmsum skilyrðum og verið löguð í meðferð þingsins að þá fannst mér hún ekki nógu góð, svoleiðis að En nú eru sett mörg skilyrði sem ganga langt. Hefði ekki verið auðvelt mál að samþykkja þetta? Jú, ef maður hefði einhverja trúa því að þessi skilyrði eru uppfyllt. En það hef ég ekki, því að ég veit að það verður farið eftir Rómarsáttmálanum. Þetta er mörg sem ganga þvert á Rómarsáttmálan og ég hef ekki trúa því að það verði neinn samningur gerður með þessum skilyrðum inni og þá vorum við bara að hafa sjálf okkar að fíbli. En heldur þú að þessi niðurstaða breyti einhverju fyrir fylgi Framsóknarflokksins? Ég veit það ekki. Ég hygg nú að það skipti máli hvernig forysta velst í Framsóknarflokki.
á sunnudaginn. Það verður spennandi að vita hvernig það. En ég hef ekki trú á því að þetta verður til að trekja eitthvað að því að hérna Samfylkingin stóð opin fyrir þeim sem að eru óðastir í að fara í Evrópusambandið. Pál Pétursson, þakkaði kærlega fyrir að hingra hérna með okkur og hér með lýkur þessum fyrsta degi á flokksþingi Framsóknarmanna hér í Valsheimilinu að Hlíðarenda og ég held að við segjum þetta bara gott í bili. Já, þetta var enginn annar en Pál Pétursson sem er nú ekki sáttur og bendir þarna á að Samfylkingin hafi staðið þeim opin sem hafa viljað ganga í Evrópusambandið. Geti alveg verið laga samvinna bara Samfylkingun og Framsóknarflokkin. Ég get ekki séð það sem mikill munur á þessum flokkum. Og ég veit ekki, Valgerður Sverrisdóttir var að segja henni ræðu sinni að þetta væri ekki Framsóknarflokkum að kenna það sem hér hefði gerst. Maður veltir í fyrir sig hvort þeir hafa verið andlega fjarverandi alla stjórnartíð sína vegna þess að það einhvern veginn ekki þeim að kenna. Og þeir voru ekki þarna eða þá þetta var ekki þeir sem ákváðu þetta og þetta ekki hægt að fara upp eftir 12 ára stjórnarstöðu og segja bara nei, þetta bara, við berum enga ábyrgð. Það er enginn að segja það að þetta sé Framsóknarflokknum að kenna með einu og öllu og náttúrulega einhverju samverkandi hlutir þarna. Ég held að flokkurinn verði að gera upp við söguna sína, þá sem hafa verið þarna fremst í flokki núna í gegnum árin, að flokkurinn verður að setja eitthvað rof við Finn Ingólfsson og Björn Inga og Ólaf Ólafsson og Halldór Ásgrímsson og alla þessa. Þeir þurfa bara að einhvern veginn þarf að höggva á þetta. Ég held að það væri langbest að sem flestir af þessu forystumönnum sem að réðu þarna á þessu svakalega tímabili 2003 til núna að þeir reyni að yfirgefa leikvöldin sem fyrst. Það Halldór Ásgrímsson tekur við 2005. Hvað var því? 2005, 2006, 2007 þegar þetta verður sem verst, þegar hefði átt að taka í taumana, Halldór Ásgrímsson, ekki Geir var fjármálaráðherra að vísu, en Halldór Ásgrímsson var forsætisráðherra á þessum tíma, á þessum versta tíma og það tímabil sem að Framsóknarflokkurinn ætti að skoða. En hvað, það eru já, ég hef ekki kannski að segja að það verið haldið upp á það, en það var mynd á það í vikunni að það eru 100 dagar frá því að þetta bankahrun varð öllum ljóst. Hvað hefur gerst á þessum 100 dögum að ykkar mati? Hvað hefur þokast í rétt átt? Fyrir utan það sem alltaf bent á í öllum viðtölum sem það að við getum ennþá haldið áfram að eyða peningum, sem náttúrulega svolítið dæmigert fyrir Íslendinga. Að þetta greiðslukerfi að því hafi verið haldið gangandi, það einhver helsta röksemdin fyrir því að hér hafi eitthvað verið gerst. Svanhildur, byrjum á þér. Hvað finnst þér hafa gerst? Mér finnst nú ekki mikið hafa gerst svo sem. Það eru þetta ákveðin skref sem hafa verið stigin, svo það að ákveða að leita til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fá þá umsókn afgreidda og svo verðum við bara að sjá hvað gerist í framhaldinu. En það náttúrulega eitt sem ég held að fólk sé almennt frekar reitt yfir og það það að það skuli ekki hafa verið gengið hreinat verk strax í byrjun. Ég til dæmis var að glugga í, ég held að það veri Economist, þar sem að forsíðan af manni í handjárnum og það sagt undir að fyrirsögnin þeir tóku peningan okkar og þeir fóru með efnahagskerfi hjá okkur. It's payback time. Það bara þannig. Það bara farið inn í fyrirtæki sem menn vita að hlutinir hafi ekki verið í lagi og menn eru leiddir út í járnum og svo bara farið í yfirheyrslur og gögntekin og rannsakað. Hér biðu menn allt of lengi með þessa hluti og svo sett á stofn einhver rannsóknarnefnd sem á að skila síðan niðurstöðu eftir 10 mánuði og Guð veit hvernig verður þá tekið á málum. Það að koma upp svona spillingamál á hverjum einasta degi og maður hefur á tilfinningunni að það sé ekkert unnið í þessu afneitni alvöru. Ég meina, í dag kemur frétt það að Straumur sé að kaupa gjaldeyri og þessi gjaldeyri sé ekki að koma inn í landið eins og lögin kveða á. Ég held að mér skilt þessi 2 ára fangelsi við því að brjóta þessi 2 ára fangelsisviðurlög við að brjóta þessi lög. Ég minna á Björgólfur Thor Björgólfsson á Straum. Ég og mín fjölskylda og við öll eigum að borga mikla peninga fyrir Björgólf Thor Björgólfsson og pappa hans Björgólf Guðmundsson og ég kæri mig ekki það. En að fyrirtæki þeir eigu fari líka í það að reyna að brjóta hér þessi lög sem eiga að vera hérna til þess að gjaldeyrir skilir sér inn í landið. Það finnst mér algjör svífið. Hvernig finnst þér þetta hafa þróast algjörlega á þessum 100 dögum? Þetta hefur náttúrulega verið gert og ýmislegt. En til dæmis bara þessa ábyrgð sem hefur verið talað um. Það hefur ekki, Bjarni Harðarson hefur að vísu sagt af sér, en það var nú kannski ekki beint út af þessu. Nei, alveg frá byrjun hefði átt að taka þetta allt öðru svo hleypa miklu fleiri að þessu og hafa þetta opið og hafa þetta gagnsætt og þetta átt að vera þjóð sem átt að taka á þessu í sameiningu og gera það fyrir opnum tjöldum frá upphafi. Það áttu þessu allir á því hversu alvarlegt þetta var og
Ég held að það hafi satt verið svolítið eins og sko, maður var á leiðina ástrin mín í upp Hellisheiðina og lenti í árekstri við flutningabíl. Ég held að flestum hafi eiginlega liðið þannig, sko. Þetta var stórslys og það var bara hálf þjóðin eða miklu meiri það og stjórnmálamenn og þeir sem unni í bankakerfinu og allt, þeir voru náttúrulega bara einhver stórfenglu áfællið til að það hefur náttúrulega ekki verið kallað til ábyrgðar og enginn tekinn inn ábyrgð. Þeir sitja ennþá í fjármálaeftirlitinu eins ódugandi við vitum það þeir sitja í Seðlabankanum, þeir sitja í ríkisstjórninni, menn sitja alls staðar á sömu póstum og ekkert á leiðinni burt og þetta náttúrulega þetta finnst fólki sem maður tala við erlendis, þeim þykir þetta svo skrítið að það bara menn skilja þetta. Ég hef áhyggjur af öðru nefnilega og það þetta að maður finnur það bara sjálfur sér hversu sko, frústrasjónin eykst með hverjum degi meðan ekkert líkur fyrir og ekkert er opnað á þessa hluti að viti. Það var líka í dag fyrir utan þetta straumsmála, það var náttúrulega í dag verið að velta fyrir sér hvort það hafi einfaldlega verið stólið milljörðum með því að koma þeim til Cayman-eyja og þaðan inn í beina eiganda Kaupþings þannig að fyrrandi og þetta sko frústrasjónin eykst hjá manni og maður verður reiðari og reiðari. En það ekki með þannig að sko bursið frá því hvort það sé eitthvað verið að rannsaka þetta, þá allavega ekkert að segja okkur frá því að það sé verið að rannsaka þetta og að því miði yfirleitt eitthvað. Það sem við sjáum auðvitað það þessi rannsóknarnefnd, það loksins búið að skipa hana, hún komið saman, hún að hefja störf, þannig að það vissulega eitthvað að gerast. Það hefur verið sagt frá því og þeir geta heldur ekki sagt frá öllu sem verið að gera ef það verið að rannsaka eitthvað. Ef efnahagsbrotadeildin til dæmis að rannsaka eitthvað, þá getur hann ekki upplýst það vegna þess að náttúrulega getur bara skaða rannsókn. En af hverju ekki komnir erlendir aðilar inn hérna fyrir löngu, það sem kalla forensic accountants, endurskoðendur sem eru bara svona CSI, sko, og kunna fara í gegn kempa svona fyrirtæki eins og var gert með Enron, bara til að leita að öllu. Singer og Friedland, þetta bara, þeir komu strax þar inn í Bretlandi. Það þarf að fara svona inn í þetta. Það sem ég hef mestar áhyggjur af einmitt þegar þú ert að kalla fram miklu meiri reiði og frústrasjón heldur hún þarft að gera með þessum vinnubröðum. Og þegar þú ætlar síðan að reyna að blása þjóðinni í brjóst einhvers konar bjarsýni og æðruleysi gagnvart þessum hlutum undir þessum kringumstæðum, þá ertu svo mikið að fara villuvegar og sko einfaldlega bara ef þú vilt að þessi þjóð komist út úr þessu, þá verðurðu að fara að sinna þessari upplýsingagjöf, þessari opnun, þessari sko auðmýkt gagnvart þjóðinni, ef þú vilt fá hana með, ef þú vilt að þetta fari til sko helmingi vel, þá gerur þetta eins og þessi ríkisstjórnar. Og ég held reyndar bara til að klára það, þá held ég að fjármálaeftirlitið spili með hinu liðinu. Þeir gera það, þeir eru fullir í það? Já. Já, menn þeir héldu 100 kynningarfundi fyrir íslenska bankakerfið þegar hérna var farið að vara við því að vera hrynja. Þá hélt forstjóri fjármálaeftirlitsins 100 kynningarfundi til þess að segja að þetta væri allt í lagi. Ég meina þeir bara hafa alltaf miskilið hlutverk sitt. Þetta svolítið athyglisvert með fjármálaeftirlitið hérna, það hefur einmitt ekki virkað, eða manni virðist það hafi ekki virkað sem bremsa á bankakerfið, eða bremsa á fjármálalífið eins og það á að gera. Eins og við tökum bara sem dæmi norska fjármálaeftirlitið sem að þegar að Kaupþing vildi fá að kaupa sér hérna banka í Noregi, þá sagði það bara nei, þið fáið ekkert að kaupa hana banka og þegar var að spurt hversu það bara af því bara, við viljum það ekki. Fjármálaeftirlitið hefur ekki náð að taka á einu einasta stóra, sko allur markaðurinn var svolítið vaðandi og hefur verið vaðandi sko innherjaviðskiptum fram og tilbaka, þetta allt svo mægt og tengt og mikið krossagnatengt, það verið ekki einasta stóra innherjamál sem að fjármálaeftirlitið hefur tekið á alla þennan tíma. Þú veist, hvað voru þeir að gera? Það er annað í þessu. Þeir voru að rannsaka Steam, þeir eru ennþá að rannsaka Steam, hvenær fór það inn í fjármálaeftirlitið? Þeir segist að það hefur búin að rannsaka það, var það ekki hálft ár eða áður en þetta byrjaði? Áður en upplýsingar komið fram með það sko í fjölmiðlum. Já, en svona kannski þessu tengt, Robert Waite, hérna, sem að þótti nú ekki fínt pappír hérna fyrir einhverju stuttu síðan þegar hann skrifaði grein í Financial Times og var einmitt í viðtali hérna í Kastljósinu á mánudaginn og talaði svo á borgarafundinum og ræðan hans féll nú samt svona fyrst svolítið í skuggan af ræðun hennar Sigurbjargar þar sem hún talaði hvort það var aðvörun eða hótun frá ráðherra en það var náttúrulega skrítnasta umræða eiginlega vikunar, það var hver varaði hana við eða hótaði henni eða hvað var þetta og einhvern veginn verður allir samfærir það að þetta verið Guðlaugur Þór, heilbrigðisráðherra, alltaf brjálað og ég sá að eyjan logaði svo allt í einu kom bara yfirlýsing frá Ingibjörgu og ég var bara að ráða vinkonu minni heilt og þá bara einhvern veginn svona dó þetta. Ég veit ekki hvort það dó, ég hef búin að skrifa, ég skrifaði þetta ekkert aldrei neitt að Guðlaugur Þór hefði sagt þetta, en hins vegar hef ég búin að skrifa tvær bloggfæslur Ingibjörgu og svona og ég verð bara að segja eins og mér finnst
hegðun hennar minna mjög á Davíð Oddsson þegar hann var upp á sitt besta. Já, kommentaherinn þinn var ekki alveg jafn spenntur yfir þessu eins og Guðlaugur Þór. Já, ég tel að Ingibjörg Sólrún hafi farið yfir stykkið og ráðherrar á Íslandi þurfa kannski aðeins að fara að átta sig á því að þeirra valdsvið svona pínlítið þrengra en þeir héldu ekki. En eru það ekki vinkonur? Er þetta ekki kona sem að Ingibjörg Sólrún hefur umgengist í svona persónulega hún er að fara alltaf ræðu á fundi, pólitísku fundi og það haft samband við hann og sagt, þú veist, passaðu starfsheiður þinn í veði, ef ég fengi eitthvað svona skilabóð þá myndi ég segja, ok, nú á að fara að reka mig eða nú á að fara að setja mig stólinn fyrir dyrnar. Hvað segir þetta, Hallgrímur? Ég held að sé einmitt út af því að hún er skjólstæðingur Ingibjargar í svona gegnum tíðina og var lykil manneskjan í þessari hugmyndafræði sko, sem að eiginlega tengdi þessa flokka sumuleyti og var svona einn af aðal svona samgangur þessara flokka. Hann meikaði sens af því að þeir gátu gert eitthvað saman í heilbrigðiskerfinu. Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Já, og hann er lykil manneskja í því að koma með þessa hugmyndafræði frá Bretlandi. Það sýnir bara hvað Ingibjörg Sólrún og Davíð Oddsson eru svafgarlega líkir stjórnmálamenn. Síðan þegar þetta sko fer eins og þetta fer, að Guðlaugur tekur þetta mál og gerir þetta hætti sjálfstæðismanni, þess að þeir hafa alltaf tekið öll mál, þá vissi Ingibjörg væntanlega að það sauð á henni og búið að gera í marga mánuði eftir hún fekk ekki þetta starf, Sjúkratryggingastofnunar. Þannig að ég held að þetta hafi verið einfaldlega það, að hún vissi að hún var reið og veit svona, sko, sirka hvað hún ætlar að segja og ætlar að segja, tóna þetta niður vegna þess að við erum í voðalega erfiðum málum. Þetta er nú ekki flóknara. Þetta með veit er náttúrulega... Ef Davíð Oddsson hefði sagt þetta og þetta hefði verið presenterað svona fyrir okkur fyrir 10 árum síðan, það hefði enginn farið að íhuga það að þarna hefði verið bara góður vinur að ráðleggja öðrum vini. En þetta er miklu merkilega náttúrulega þessum að Veit skrifaði sína grein í Financial Times og það voru gerðir út menn og allt sem að Veit skrifaði hefur komið fram nánast. Það voru gerðir út menn til að svara honum. Það voru Portes og Friðrik Baldursson, prófessorar, og þeir sögðu að bankakerfi hérna væri traust og þetta væri allt í góðu lagi. Hannes Gissurson skrifaði grein þar sem að líkt honum við Dietmar Blefken. Blefken var maðurinn sem að skrifaði bók Ísland á 16. öld og rægði Ísland. Við vorum öll ógeðslega og illa lyktandi og svo kom Arngrímur Jónsson og skrifaði sína bók Bréfiskommentari til að verja Ísland. En það er náttúrulega miklu merkilegra mál allt sem tengist Veit og sérstaklega sko viðbröðin af því að ég hef verið að segja að sko þegar verið að vara Íslendinga við allt í óefni þá brugðust stjórnvöld við og stofnanirnar við með því að þetta væri ímyndarvandi. Það var farið í auglýsingaherferð. Menn eins og Portes og Baldursson og Fjármálaeftirlitið, Ingibjörg Sólrún og Geir, allt þetta leið gert út til að segja það er allt í lagi, þetta er bara þið miskilið fundi þar sem var til dæmis frekar illa mætt á en það sem mönnum fannst bara ekkert merkilegt að í land sem var eiginlega að sigla í kaf, það væri einhverju ímyndarherferð ímyndunar, þetta var svona freudianskt og svo þegar var sagt frá því hérna upp á Íslandi það hefði ekkert verið neitt rosalega vel mætt á þetta þá fekk maður bara skammir fyrir að vera eitthvað að draga úr því hvað þetta væri frábæri fundir. Já, þetta var merkilegt framtak að fara að kynna að segja að það miskildi bara Ísland. Já, fleiri og svo voru fundir sem við heyrðum ekki af sem voru haldnir á vegum Fjármálaeftirlitsins, Seðlabankans og hérna í fyrrasumar. Fundir það sem voru ekki teknar fundagerðir heldur en ráðherrar pössuðu sig samt á því að fá myndir af sér með erlendum ráðherrum á sömu fundum. Meðan til dæmis að skýrsla, ég er að fá í þáttir hjá mér á sundaginn sko William Büter sem skrifaði þarna Landsbankaskýrsluna sem var stungið undir stól í febrúar. Sko það passaði upp á allt svoleiðis efni stöf væri annað skotið niður eða falið. Og það verður gaman að heyra. Það er enginn sagt sko, enginn þóra að viðurkenna sko að hann hafi verið á þessum fundi með Büter. En maður skilur svona að sumu leyti þetta af hverju til dæmis ef Ingibjörg Sólrún þekkti Sigurbjörgu svona vel þá hljóti hann að þekkja Veit líka vel og ef Veit vissi það fyrir 1,5 ári að Ísland var á leiðinni í gjaldþrot þá hljóti Ingibjörg líka vita það og hvers vegna gerði hún ekkert í þessu þá? Af hverju sagði hún ekkert? Af hverju ef einhver hafði fengið einhverja skýrslur frá einhverjum af hverju gerðu þeir ekkert? Það náttúrulega kannski var þannig að menn trúðu svo mikið á það að það markaður væri talaðir upp og talaðir niður og þeir vildi ekki vera maðurinn sem segði sko keisarinn er ekki í neinum fötum. Af því að þá náttúrulega kæmi það í ljós og þá hryndi allt.
Kannski að fólk bara fresta hrununum hálft ára eitthvað. Það mátti ekki heldur selja með þessa markaðurum var hérna, það ekki réttarættur um Bjarna Ármannssoni, það var að semja við Bjarna Ármannsson um þessi ofurkjör á hlutabréfunum hans. Ef hann seldi þá myndi markaðurinn dunga. Það var alltaf verið að passa upp á að enginn að það kemi hvergi neitt rof, þannig að eitthvað færa detta niður. Hver vissi hvernig það langt þagnaða samsæri. Við skulum hafa þetta lokin hjá okkur og býðum bara góða helgi. Þakka kærlega fyrir. Svoleiðis.